Það eru komna til mín hérna Dagný Brynjars og Erna Guðjónsdóttir. Þær eru í Selfoss liðinu. Við erum að tala stelpuliði, getum við ekki sagt það svolítið stelpur? Velkomnar. Það er allavega meistaraflokkurinn og það er búið að nóg að gera hjá ykkur og þið eruð nánast komnar á sama staðu við fyrra. Já, nánast. Það má segja það, við höfum einn leik eftir sem er núna á laugardaginn og ef við vinnum hann þá eru við komnar aftur á Laugardalsvöllinn. Í úrslitaleikinn? Já. Og þið ætlið ykkur þangað? Já. Það er ekki spurning? Það er engin spurning og fórum þangað í fyrra og töpuðum honum, þannig auðvitað stefnan sett hærra í ár, þannig vonandi tökum við þetta allavega í ár. En síðustu tveir leikir þið kepptuð við Fylki hérna á Jáarkvellinum og Fylkistelpunar tóku það. Svo fóruð til Eyja, unnuð Eyjastelpunar. Já, við bæðum móti Fylki og KR heima og áttum við frekar lélegan leik og svo þegar við fórum til Vestmannaeyja náðum við svolítið að rífa okkur upp úr því og held ég bara mögulega spilum okkur besta leik í Eyjum, þannig vonandi höldum við því áfram á laugardaginn og það sem eftir er á sumri. Hvernig eru valstelpurnar svona að takast á því að þið sögðu einhvern veginn að ykkur, eða þjálfarinn ykkar allavega að vera alveg sama hvort þið fengið val eða KR-stelpunar? Já, ég meina bikar er aðeins öðruvísi heldur en deild þar sem að í bikarleik allt gefið undir og kannski, skiptir ekki svo miklu máli en Valur eins og einu stíu undir okkur í deildinni, þannig að þetta verður hörkuleikur en já, þú veist, þannig kannski skiptir ekkert miklu máli hvort maður fekk Val eða KR af því að það sem þetta er bikarleikur, liðin gefa allt undir, maður hefur engu að tapa, ef maður tapar, ef maður vinnur, ef maður áfram, þannig öll liðin gefa allt í þetta, þannig að ég held svona í bikarleik skiptir ekkert rosalega miklu máli hverju maður mæti, maður er bara svolítið að hugsa sjálfan sig og spila sinn leik og ef maður klárar þetta þá hugsa bara sjálfan sig, þá vinnur maður held ég. En nú ákveðið þú Dagný að vera í rauninni hér áfram með Selfossi í sumar, var eitthvað sérstök ástæði fyrir því? Nú veit ég að það voru margir á höttunum eftir. Ég ákveða bara að það væri best fyrir mig, bæði andlega og líkamlega að ná mér aftur bara á gott ról eftir Þýskaland og já, þannig að stefnan allavega að klára í sumar og áður en ég held eitthvað annað, þannig að vonandi gerir eitthvað gagn það sem eftir er. En þú stefnar á það ekki að fara út? Jú, ég er að reyna að fara til Ástralíu í enda september og það kemur svo ljós hvort það gengur eftir en ég stefni þessu á að spila í Bandaríkjunum á næsta ári. En Erna, nú langar mig bara að spyrja það, svo sem ykkur baðar, hvað breytist í rauninni frá kannski Fylkisleiknum til Eyjalegsins? Er eitthvað svona, er búin að breyta eitthvað taktíka eða er búin að spá eitthvað svolítið í spilin fyrir morgundaginn líka? Ég persónulega fannst bara sjálfstrausti vera meira og við vildum þetta miklu meira í þeim leik. Og já, það var svona alveg það, sjálfstraust og viljinn og við vildum þetta bara miklu meira heldur en þær. Og þjálfarinn búin að peppa ykkur vel fyrir morgundaginn? Eða þið hver aðra? Já, við erum samt alveg frekar rólegar yfir þessu öllu. Við erum alltaf aðeins öðruvísi heldur en þegar við gerum þetta í fyrra, þá fórum við undanúrslitin í fyrsta sinn en núna hefur við gert þetta áður, þannig ég held að mannskapurinn sé svona aðeins rólegri yfir þessu og við förum undan kannski, erum komið meiri reynsla í hópinn, þannig við svona vitum betur hvernig þetta er en svo er æfing á eftir, þannig þá er örugglega allt gírað upp. Já, en leikurinn er á morgun hérna á Jáarkvellinum, þannig að þið eru á heimavelli. Já, þetta er klukkan 2 á morgun og mögulega held ég bara stærsti leikur sem hefur verið spilaður á Selfossi, þannig að vonandi er fólk bæðin á Selfossi og á Suðurlandinu að gera sér ferð á Selfoss og koma að horfa okkur og hvetja okkur áfram því það munar rosalega miklu. Finnst ykkur skipta máli að vera á heimavelli? Já, mér finnst það mjög mikilvægt. Mynda svona öðruvísi stemning og maður fær svona meira peppi í það. Já, við hvetjum sjálfsögðu fólk til að mæta vellin. Það skiptir ykkur máli að fá fólk á vellin til að hvetja ykkur áfram. Já, alveg klárlega. Hvetja alla Selfossinga og nærsveitamenn og það sem er að hlusta að mæta vellinu morgun og hvetja ykkur. Já, ég ætla að fylgjast með ykkur og við tek stöðun á leiknum, verð hérna á vaktinu morgun. Já. Akkurat að meina þið eru að spila. Takk fyrir að koma stelpur. Ég ætla að enda á að spila hérna Selfoss lagið. Er það ekki vel við hæfi? Jú, það er vel við hæfi. Áfram Selfoss.